Við erum að skoða stýrirásina fyrir verkefni 14 hjá okkur í verklegu æfingunum og þá vorum við að tengja hérna brú, 4 díóður og peru sem álag. Svo vorum við með stýrirásina sem samanstendur af senergíóðu, T2. Hún heldur spennu yfir stýrirásinni þá heldur senedíóðan ákveðinni spennu. Hún var 7,5 volt í mælingaverkefninu. Hélt spennunni, það var bara sveiflur sem við sáum bara beina línu. Og það að spenna fór upp í gegnum núlpunktinn, þá byrjaði þéttirinn hérna að hlaðast upp. Það hlóðst upp í 6,3 volt sem var brotspenna á þessum transistor sem kallaður UJT eða Uni-Junction transistor. Og hann virkar bara þannig að þegar hann komið með X háa spennu hérna sem samsvarar brotspennu hans, að þá bara hleypir hann straum frá hérna vinstri til hægri, frá þessum emitter yfir á, ef mann rétt að sé base 2. Var það þess að þéttirinn sem hlóð sig upp og þegar hann var búinn að ná? Já, þegar þéttirinn var bara að ná upp í sömu spennu og brotspenna UJT transistorsins þá hleypur transistorinn straumnum frá þéttinum og út á stýriskautið og R5. Áttu svona bláfyrir með það? Jú. Svo að hlutverk þéttisins og viðnámanna hérna að ákvarða sem sagt að hversu hratt þéttirinn hleðst upp, þar segja hvenær við fáum stýripúlsinn. Ok. Hlutverk viðnámanna? Já, viðnámanna og þéttisins, já. Þetta tímastuðull, svokallaður. Þéttir og viðnám. R2 og R3. R3 bara svona öryggisviðnám, þannig að þetta verður ekki bara alveg 0 volt, bara beint inn á þéttin, sko. Það verður ekki bara 7,5 volt að spenna bara beint inn á þéttin, þá þetta R3 hérna öryggisviðnám á leiðinni. Þess að við fáum stýri púls? Já, þá kemur stýripúls. Þegar búið að ná brotspennu UJT, þá fáum við stýripúls inn á gate á týristornum. Eða stýripúls inn á stýriskautið, eins og við köllum það á íslensku. Þeir verið að vita líka hvað þetta heitir á ensku. Gate. Þá afhleðst þéttirinn í gegnum stýriskautið og R5. R5, við getum alveg reiknað út hvað R5 afhleður þéttin hratt og það gerum við í verkefninu. Það er bara margfald að sá að það er bara tímastuðullinn á því, sko. Hann er búinn að afhlaða hann á 5,6 5,6 mikrosekundum líklega. Svo það gerist mjög hratt. En þá, þegar að fáum stýripúls, þá dettur spennan bara yfir stýrirásina niður í 0 vegna þess að það er næstum í 0, kannski 1,5 volt eitthvað leys, því að þá leiðir týristorinn hérna vel og spennan fer alveg yfir á álagið. Þá er ekki lengur spennan yfir týristorinn og stýrirásina, heldur spennan fer yfir á álagið.
Svo að við vorum að stilla þetta á hérna, minnsta opnunarhornið og líka á 60 gráður til þess að sjá aðeins munin á því. Og hérna erum við að aðeins að reikna ótætti svo lítið verið að spá í sko stærðin í vöttum á reinum. Sinuspenna sinudíðunar er 7 volt hérna, hvað alltaf þarf mótstaðan að þola. Þá reiknum við þetta út sko, við reiknum út spennuna yfir stýrirásina, hvað hún verður mikil. Og þá getum við fundið út þá hvað spennan yfir R1 verður. Bara með því að reikna út samkvæmt formúlu þar sem við erum með 4 díóður í afreiðisrás og ef það væri 220 volt spenna inn þá notum við þá spennu til þess að margfalda með 0,9. Ef við finna formúluna fyrir ykkur, sýna ykkur hana. Hvað hún á formúlublaðinu, skal sýna ykkur hana, það er ekkert mál. Það er þessi hérna formúla. U sinnum 0,9 mínus 2 díóður spennuhöll hérna. Þetta er spenna. Vegna þess að við erum ekki með þetta, við erum með 4 díóður. Þá notum við þessa formúlu hér. Ok? Þá finnum við spennuna yfir stýrirásina, alla heilda stýrirásina. Yfir R1 líka. Þá séum við 0,9 sinnum spennan inn, 220 volt, mínus 1,4 volt. 2 díóður spennuhöll. Þannig að spenna yfir stýrirásina er 196,6 volt DC. Ekki til að, hann er ekki tengdur hérna milli plus og mínus. Nei, þessi þéttur er bara fyrir transistorinn. Hann hefur engin áhrif á þessu spennu hér. Það er málið. Þú getur ekki reiknað með C1 sem síusettir, það er ekki séns. Hann gerir ekkert. Hann er líka svo lítill, 0,1 mikrofart. Venjulega síusettarnir eru frá 470 mikrofart upp í 1000 mikrofart eða ennþá stærra. Þannig að nú finnum við bara út spennuna yfir R1. Við erum búin að reikna út spennuna yfir stýrirásina. Drögum sinuspennuna frá. Það er næsta skref. Drögum þessi 7 volt frá. Greinum þetta á mælingunum hjá okkur. Þá fundum við út í því að sinudíóðan var 7,5 volt. Svo þegar við erum búin að finna út þessa spennu sem er 189,6 volt, þá getum við reiknað hvað hún þarf að þola mikið afl. Setjum við spennun í annarvendi, deilum með stærðina á viðnáminu, 6,8 kíló. Það er við sjá. Og þá er það 5,3 vött sem að þetta viðnám þarf að þola. Ef þú fer aftur upp á myndina, Já. þá varst að tala um að álagið fellur ekki á peruna. Ertu að meina, álag fellur á peruna, sko álagið er peran. Já. Já, svo spennan, það verður engin almennilegur straumur í rásinni fyrr en að við erum komin með stýripúls inn á týristórinn. Þá færist spennan frá týristórnum yfir á peruna. Af hverju það að gerast? Það er vegna þess að týristórinn verður mjög lítið viðnám allt í einu. Það var fyrst alveg stoppaði rásinni eins og rofið sem er bara svona opinn, eins og við teiknaði það. Svo allt í einu þegar hann stýr púls, þá bara gefur hann straum í gegnum sig. Okay. Þá er hann bara 0 viðnám, eða nánast 0, eða mjög lítið viðnám, og þá fær peran alla spennu. Af því að nú er peran orðið miklu meira viðnám í rásinni heldur en týristórinn. Fyrst
á meðan við erum að bíða eftir stýripúlsinum þá er týristorinn gríðarlega hátt viðnám. Hann bara hindrar það að straumurinn renni. Lekur eitthvað örlítið gegnum hann, en það er svo svakalega lítið. Ætti ekki að vera. Fyrir bara hann fer að leiða. Bara verður spennufall yfir hann svona sirka kringum 1,5 volt. Lækkar alveg úr 220 voltum hérna sem er spennan inn niður í 1,5 volt og þá fær álagið þá spennu sem að eftir er af spennu frá afreiðisbrúnni. Ok, en við vorum þess að þá bara búin að svara fyrstu spurningunni hérna og spurning hvort að hérna við verðum ekki láta það bara gott heita í bíli eða bara. Tíminn er búinn. Já.